Danni, bikarúrslitin búin, hvar svona stuttið til leik, hvar sérðu þennan fara frá ykkur? Þetta var raunverulega þegar við byrjum að hitta ykkur þriggjastaða skotum, fórum við smá þriggjastaðakeppni við þá sem þeir höfðu betur í og við vorum að hitta bara vingsl, þeir svöruðu alltaf og það var dálítið súrt því að við getum stólið leikjum með góðri þriggjastaðanýtingu en við erum náttúrulega að spila mútið greiðlega sterkur liði og góðu sóknar og varnarliði, bara besta liði landsins en ég er rosalega stoltur af mínum mönnum og stoltur af áhorfendunum og okkar frammistöðu. Við vissum við náttúrulega að lítil ógn inni hjá okkur þegar Seth er ekki með okkur og að minna jafnvægi eins og gengur og gerist. En ég meina þau gæti Stjörnu með frábært lið og þeir höfðu bara betur í þessari baráttu en ég var sáttur í hálfleik og höfðum haldið þessu svona þæginu og jöfnu en þeir voru bara líka aðeins ákafur við í varnarlega og við, það er bara svolítið. Þið spilið flottan fyrirhálfleik, náðu svona aðeins að hægja þeim og tvöfaldið alltaf á Tomsik svona til að hægja á hraðanum. Er þetta að segja að leikplanið hafi gengið bara ekki alveg nógu lengi? Já, gekk ekki nægilega lengi. Við náðum að hægja aðeins á þeim sérstaklega í fyrirhálfleik og það voru ekki rosalega mörg transition stig þannig en þeir eru bara með frábært lið og frábæra þjálfara, vel þjálfaðir og bara góðir. Þannig að, leikplanið má segja hafi gengið svona mestmestnis en það er bara, það er auðvitað að vinna leiki og skora 75 stig á móti Stjörnunni en bara við fengum mörg opið skot sem fór ekki í en þetta er bara svona og það er bara stundum dettur þetta þeim og stundum ekki en stoltur af strákunum, lögðum okkur ógeðslega mikið fram, vissum að áttum erfitt með að vera ekki með besta leikmanninn okkar. Það eru öll lið í basli þá en ánægð með framræða strákunum og allir sem tóku þátt í leiknum bara geggjað. Umræðan fyrir leikinn hefur verið rosalega mikið út í þetta bann. Hvernig hefur þér gengið svona skilja það frá þessum leik til að í undirbúningi? Bara nokkuð vel held ég og ég meina við áttum bara flottan leik á miðvikudaginn gegn Fjölni og Seth var frábær þar. Virðist ekki hafa mikil áhrif á hann þar en hann sagðist skulda liðinu bæjarbúum og áhorfendum eitthvað meira þannig að þá bara verðum við að koma okkur í úrslitakeppnina og mætum ekki Stjörnunni bara þar. Ég ætla að segja nú tvær flotta frammistöður þó þetta gangi ekki í dag. Það lítur að gefa svona nokkur fögur fyrirheit fyrir það sem framundan er. Ég meina, ég held að allir strákarnir sem bara horfa augunum á hver öðrum eftir og bara, við gerðum og við reyndum. Ég meina, þetta er bara körfubolti og ég meina stundum vinnum og stundum tapum maður en alltaf leitt að tapa í svona leikjum vissulega en ég meina, við lögum okkur fram, gerðum okkar eins og við gátum. Gekk ekki, ég meina, gerðum okkar besta sem við gátum gert. Eins og þú segir áðan, Stjarnan mögulega í 8. úrslitum eins og þetta lítur út í dag. Er það ekki bara að einhverju leyti óskhyggja ykkar að ná að hefna fyrir þetta? Ég meina, ef það gengur allt upp í okkur í síðustu 4 leikjum, það er örugglega að mæta Stjörnunni og ég meina, þeir vita alveg sjálfir, mínir leikmenn og þeirra að þetta verður hörkur rimur ef þetta verður. Þannig að, ég meina, við þurfum bara að hugsa næsta leik út í Val 1. mars og bara gíra okkur í það. En fyrst smá chill.